Kvennafrídagurinn 75. Táknmynd kvennasamstöðu. Konur úr öllum stéttum, úr öllum stjórnmálaflokkum þjöppuðu sér saman og báru fram tillögu að allar konur á Íslandi tækju sér frí þennan dag. En samstaðan var ekki jafn mikil og Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir vildi meina. 11. september 1975 var boðaður fundur að bráðabirgðastarfshópi kvennafrí og komu þar fram margar skoðanir hvernig skyldi staðið að deginum. Ég legg eindregið til að vinna verði lögð niður allan daginn, en fremur að aðgerðin verði nefnd verkfall en ekki frí, enda hér að ræða verkfall láglaunahóps. Hvað snertir umtalum að aðgerðin sé ólögleg, getur ekki talist ólöglegt að einstaklingur taki sér frí frá vinnu einn dag. Mér þykir ástæðulaust að fara í verkfall til að sýna fram á mikilvægi vinnuframlags kvenna. Við vitum vel sjálfar hve mikilvægt það er. Ég mæli með fundi í staðinn þar sem við köllum til fjölmiðla. Áhrifamest væri að öll hjól færu af stað morgunin en stöðvuðust síðan. Við skulum gera okkur grein fyrir því að lagalegur grundvöllur ekki undir þessari aðgerð. Ég tel jafn áhrifamikið að halda stuttan fund utan vinnutíma. Það kæmi sér ekki illa fyrir neitt. Enginn virtist vera sammála hvort dagur átti að vera verkfall eða frí, ekki einu sinni fjölmiðlar. Heldur þetta verkfall hafi einhver áhrif? Ég veit það ekki. Hvaða afstöðu taka starfsstúlkur hér á langlínustöðunni til kvennafrísins? Við erum allar sammála það að taka okkur frí þennan dag. Þó voru sumir sem voru harðir á því hvað þetta væri. Jón Baldvin Hannibalsson, þá skólastjóri í Ísafirði, sagði viðtal við RÚV að kvöldi kvennafrídagsins þetta. Jæja, hvað segir þú annars kvennafríð almennt? Ertu með þessu eða móti? Þess vegna finnst mér háðulegt að þið skuli kalla þetta frí. Þetta er verkfall, ólöglegt verkfall og þá kalla spaða og kalla þetta réttu nafni. 24. október 1980 birtist viðtalið Þjóðviljanum við Elísabetu Gunnarsdóttur sem hafði verið framkvæmdanefnd kvennafrídagsins þar sem hún dregur fram togstreituna sem myndaðist. En skiptir máli hvað dagurinn var kallaður? Leifum Aðalheiði Bjarnfreðsdóttur að eiga síðasta orðið. Það ekki aðalatriði hvort aðgerðin kallist verkfall eða frí, heldur hitt að konur leggi niður vinnu, haldi saman allan daginn og fylli göturnar og haldi góðan fund.